Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Þá erum við komin hér fyrir utan Faxaból og hér eru hestar til sölu, það er alveg nokkuð ljóst. Hér er maður sem starfar og er hæðsti maður, reiðkennari Róbert Petersen, og við ætlum að kíkja aðeins á frumtamningarnámskeið. Hér er fólk úr öllum áttum, ég heita bæði á keppnisvellinum og sem hefur verið þar að frumtemi í fyrsta skipti, og svo er fólk bara í henni almenni reiðmaður að læra. Og hér eru hestarnir teknir frá grunni á misjöfnum aldri og eru gaman að sjá, og ég veit til þess í dag að þá er fyrsta skipti sem að verður farið á bak á hrossinu og það eru gaman að sjá hvernig það gengur. Kíkjum á þau. Hæ, Róbi, fyrsti reiðtúr. Fyrsti, bara fínt maður. Er það ekki? Jú. Merin sem þú ert á hérna, er þetta ekki rétt hjá mér? Þetta er úr ræktu frá Magnúsi Benediktssyni? Já, rétt, en þetta er ekki meri. Þetta er ekki meiri, þetta er hestur. Já. Hvað heitir hesturinn? Þetta er taktur frá Tjarnalundi, Og hann er undan, Vígar frá Skarði og Gyðju frá Akureyri. hvað er hann gamall? 3 vetra. Og hvernig er undirbúningurinn áður en að þú stegst í hnakkin? Hvað er búið að gerast á undan núna? Búin að vera í spottavinnu og leiðtogavinnu, lúnsera til dæmis, Er þetta í fyrsta skipti sem þú ferð á svona námskeið? annað. Þetta er í annað skipti. Og fyrir 3 árum líka. Og hjá Róberti Petersen, Jú, ánægð með kallinn. æðislega. Hvað, er þetta bara grunnurinn að því að koma sér á stað með ung kross? Já, ég vil segja það. Þú ert ánægð með þetta? Gekk mjög vel síðast allavega. Og Já. gengur vel það sem hafa verið, þessum. Hesturinn er rólegur, Já, já, á hann ætti til þess. svona. Mammas róleg, Já, mamma sér gæðingur. Já. Til að mikið með þetta, gangið þið vel. Takk. Takk að þið verið meistari. Og ég er búinn að ná mér í eina sem ég veit er búinn að vera töluvert á keppnisvellinum. En ég veit líka til þess að þetta er fyrsta frumtalningarnámskeið sem við fyrir á. Rúna Tómasdóttir, sælvertu. Hæ, Hvað segirðu gott? bara fínt. Fyrsta skipti á frumtalningarnámskeiði? Já, Ekki er þetta fyrsti hesturinn svo frumtefur jú, líka? Og þetta er meiri vantarlega prunabarn. já. Hvað er hún gömul? Hún er 5 vetra. Og hvernig er þetta búið að ganga? Bara mjög vel, sko. Hún er búin að vera mjög þæg. Hvað er hver er grunnurinn á svona frumtalningarnámskeið? Hvað er það sem þú byrjar á með svona meiri? Herru, við byrjum fyrst bara að reyna að ná henni út og kenna henni að teymast og svona. Og svo settum við upp í henni að beisli. Og já, þetta var bara svona það fyrsta sem við gerðum, sko. Og í dag er það fyrsta skipti á bak, er það ekki? Jú. Ertu spennt? Já, og stressuð í leiðinni. Ég heyrði það svona utan að mér að þú hefur ekkert verið alltaf spennt fyrir því að fara að frumdæmi og svo er þetta bara þræl gaman, eða ekki? Jú, þetta er mjög gaman, sko. Miklu skemmtilega en ég bjóst þig. Er þetta skemmtilegra heldur en að vera á kennsbrautinni? Nei, ég get ekki sagt það. Svona öðru vísi. Já, öðruvísi skemmtilegt. En þetta er gaman að vera með þetta í bland, Já. kunna þetta. Já, mjög gaman. Mjög gaman. Og á að taka fleiri hesta í vetur og frumdæmi á? Já, öðruglega. Þú átt meirinn, eða ekki? Jú, já. Þannig að þið verðið saman eitthvað framundan? Já. Já, er hún ekki efnileg bara? Jú, hún er bara svona ágætlega. Kemur alltaf ljós. Sátt við hana? Já, sátt við hana. Við ætlum að fylgjast aðeins með þér og sjá þegar þú ferð á bak, sjá Já. hvernig það gengur. Já. Gangið þið vel. Takk. Það er hún, kona baki. Já, Hvernig líður þér? bara mjög vel, sko. Þetta var mjög spennandi og gaman. Hún var róleg, Já, og mjög þæg. gekk vel, Já, þú er sátt. já, ég er sátt. Já, smá spenna fyrir að byrja með, eðlilega, og svo gekk þetta bara eins og í sögu. Já, hún er bara mjög þæg, sko. Fljóta að læra. Já, hún er það. Frábært, til hamingju með þetta. Takk. Þá erum við búin að næla okkur í reiðkennaran sjálfan, Róbert Petersen, frumtamningarmestaran. Ég ætla að skrifa það undir hann. Hvað segir Róbi? Bara gott. Þetta er flott, Já, takk fyrir. skemmtilegt og þetta er nú ekki fyrsta árið sem þú ert í þessu. Nei, við erum að gera þetta fymta, sjötta árið í raun núna. Og þetta er búið að vera á fák, svona mestmagnis, gennum tíðina. Já, ég er nú búin að fara víða með þetta. Ég er búin að fara Selfoss, Mosfellsbæ, Hafnarfjörð, sprettur í næstur í rauðinni og það er bara verið vel mætt og þetta er bara gaman, þetta er skemmtilegt. Hvar skráum að sig á svona námskeið? Er það á vefunum, fákur.is og sprettur.is eða sprettarar.is? Já, þetta er yfirleitt auglýst inn á þessum helstu hestamiðlum og svo náttúrulega inn á heimasíðum félagana. Og þar getur fólk fengið upplýsingar um námskeiðið og skráningu og annað. Hvað er þetta oft í viku?
Við erum að keyra þetta 3 ferðir í viku. Og hvað er þetta mörg skipti? Þetta eru í heildina, það sé ekki 13 skipti með einhverjum smá bóklegum tíma eða svona vídeo og spjall og farið yfir það sem við erum að gera og hvert við stefnum. Fólk þarf að vera með svolítið, maður þarf að vita hvert maður er að stefna þegar maður er að vinna í tripunum. Er hesturinn algjörlega óundirbúinn að hann kemur á svona námskeið? Já, það er nú skemmtilegast að fá það svolítið hráa og ég stundum kallaði það óskemmda vöru. Kemur bara beint úr náttúrunni og við getum unni með hann og leirað hana til bara svona eins og við viljum reyna að hafa hana. Og það byrjaði í rólegheitunum eins og Róbert nefndiðinn var að tala mér áðan á ganginum í spottavinnu og svona leiða þá svolítið fram á aftur og kenna þeim að teymast. Svo er það hnakkurinn og það allt saman á beisli og svo er það bara bak eins og ég er fyrst skipt í dag. Já, við erum búin að fara upp í reiðhöll og kynna reiðhöllina og vinna þar með ílónseringum og teymingum og við erum að taka upp lappir og við erum í alls konar handavinnu frá jörðu. Er það rétt sem ég heyrði að þið endið með að fara síðustu ferð á pubin eða? Kannski ekki á pubin, en við tökum nú alla veit hringinn í hverfinu. Það er farið í útreiðir? Já, það er markmið að gera við reiðfæri og það tekst svona oftast sem betur fyrr. Og hrossin eru járnalaus, ég tók eftir því. Eru þau járnuð einhvers staðar á þessu tímabili eða er bara undirbúningur að lyfta löppum? Allavega undirbúningur að lyfta löppum, þannig að það er svona vísir að því að þau geti standi í járningu, læri það og það er allur gangur að því hvort fólk járni. Það er bara, hefur það hver veit fyrir sig. Þau verða ekkert sárfætt í einu reiðtúr hérna niður á velli eða eitthvað þess að. Og svo er það bara inn í höllinni hann, það er mjúkt endilendi? Akkurat, bara upp í höll. Frábært, hvað kostar svona námskeið? Þetta hefur 35.000 krónur. Með öllu? Með öllu. Með þinni visku? Með þinni visku, fylgir allt með. Ánægði mig. Og næsta verkefni, það er aftur hérna í Víðidalnum núna eða strax eða? Það er planið, við ætlum að þreifa aðeins á hvort það sé áhugi fyrir því eða þá ég færi mig bara eitthvað til. Og svo er nóvember upp í sprett. Já. Og það er næsta verkefni fyrir sprettarana, það er bara að skrá sig, fara inn á sprettara.is og skella sér á námskeið. Ekki seinna á þetta, drífa sér á pláss. Takk fyrir þetta, fara að kenna, viljum ekki truflaði meira. Já, takk fyrir. Sorry! Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig.